Velkomin á podcasti aftur, við erum að taka þetta nýtt sko, við erum með The Assistant Já, sjálfsögðu Gauður, Mýmir, bæði Mýmir. Gekkja, Fucking sætur með sitt mynda á hann að skjáða núna Hann gullfallegur, sko Og hann líka lausu Við slum alveg bara taka það fram, hann lausu Það svona kawaii sæta mynda Gauður, við tókum við smáan Fokast upp, en ekki bara byrja upp með nýtt bara Ingólfur, hvernig byrjar í kláminu? Ég byrjaði þess að bara á því að vera að deyta stelpur sem voru svolítið svona veit ekki hvort ég segja out there að opnar ég veit ekki, ég vil ekki láta að hljóma illa skilja að ég ekki að meina þannig en þeir eru basically skemmtilegar já, það er bara svolítið svona meira svona eins og ég skilju og ég þess að byrja að deyta stelpu sem var strippari og hún vildi stundu að taka upp myndbönd bara ég og hún skilju og ég enda eitthvað minn á því að bara taka eitthvað myndbönd með henni og vera bara ok, fuck it þetta er geggjað, átti þetta bara og svo fór ég bara að vinna eins og brjálæðingur svo kom COVID og leið að COVID kom þá ákvað ég bara að gera þetta bara stökka á þetta stopnaði hérna Wake Up Late, the brand já fucking ei sko þú líka ert alltaf að posta á Snapchat á Instagram og svona þú ert með svona stælið I don't give a shit ég mun farið fréttina fyrir að ríða stelpunum úti mér er alveg sama skilju þetta breyti mig einhver svona persónulega skilju þetta hefur engin áhrif á mig eitthvað varstu alltaf svona, þú veist, bara fuck it, ég vil bara setja mann út og ég vil að prófa shit og nei, alveg alls ekki sko, þegar ég var yngri og var mjög feiminn já en daginn í dag þá er ég svolítið bara svona þú lærður extrovert bara... já, veist, ég gerði bara hluti, skilju ég var ógeðslega feiminn og ég byrjaði að vera bara hvert skilsi ég ger ekki eitthvað og segja eftir því og í staðinn fyrir að vera að pæla bara shit á ég eftir að segja eftir þessu þá bara gerði ég það, skilju þú veist, ef mér langast að fara að tala við stelpu og ég var bara ógeðslega feiminn við hana þá gerði ég það samt, þú veist, ég bara svona ítti sjálfur mér í það, skilju akkurat, sér alltaf eftir sem þú gerir ekki ég er að segja það og oftar en ekki þá kemur það út eins og vilt að koma út, skilju eða þú veist þú veist, versta sem gerist er það að þú veist, gælan hefur ekki á búið það bara, ok, þá líka lærir ekki að því, sko, það er alltaf ég er alveg saman á þessu, ég var þessi krakki sem, þú veist, get ekki hort í auga fólk og ég byrjaði bara að þurfa því svona tíðinbæk byrjaði að fara út og segja góðan daginn og fólk bara sem ég myndi ekki segja hæði eitthvað og svo bara byrjaði þetta að rúlla og nú erum við klámstjarnar líka það er allir alveg klámstjarnir yes man við erum bara nei ok, ég ætla ekki að segja það Katrín, þetta kemur eftir mér sko ég ætla ekki að segja það hvernig var það mál maður ég fylgdist ekki nógu mikið kannski með þessu ég var ekki inn í þessu þetta var bara íkt sko það var bara hún fór að tala börn og eitthvað og þú veist basically leta bara hljóma eins og ég ætti alveg öll börn á Íslandi það er á þig að þú ert að setja já þetta sé bara alltaf minni ábyrgð hvað börn gera í dag skilju þú veist ég veit þetta sko að þú veist 12 ára krakkar er að selja vape skilju á Snapchat og eitthvað svona rugl ég var sponsor af vape út því ég var 17 ára ég var ekki svona átjára sko nákvæmlega skilju þú veist en ég á samt að vera eitthvað fyrirmynd skilju ég er fullorinn og er bara að gera hluti sem að fullorðnir gera skilju þú veist þetta er allt 18+ þannig að ég skil ekki ennþá akkur Katrín kom á eftir mér með þetta og það bara hvað með börnin bara það var engin að tala þú veist það var engin að tala börn í þessu saman það er ekki svona þetta er klassik hringur sem fólk fer þú ert einna kannski the most prominent á Íslandi og þannig að það er bara þú ert main guy, við ætlum að taka henni þú ert að eiginlega börnin okkar þú ert að skemma börnin okkar þú ert ástæðan að börnin okkar að veip í skólum þú veist, bara eitthvað share his chain, þetta er bara hræðilegt það er alltaf gott að finna einhvern til þess að kenna hluti sko. það er alltaf gott að finna einhvern svo leiðis það er svona eins og væri scapegoat eða eitthvað ég horfði svolítið á þetta þannig mér fannst svolítið eins og þegar Katrín fór að tala börnin okkar ég var bara svona hvað er verið að blanda börnunum minni í þetta þú veist, ég er 25 ára sko, skilju við þú veist, stelpunum sem ég er að vinna með eru, þú veist 20+, skilju við þannig að, þú veist það er ekki svo, ég valdi sér neitt á dótíinu ég valdi sér þegar í einhverjum, skilju það bara er ekkert hann úti, sko það er lettar að krakkinu fyrir hann að Pornhub í tölunni þeirra, skilju það er miklu einfaldara, sko það veit allir hvað Pornhub er, sko ég meina, bara sem dæmi, hvað varst þú gamall þegar kannski fyrst fórstu Google og googlaði tits eða eitthvað, 10 ára akkurat ég man eftir því sko, ég var í tölvunni á mömmu pappa það var svona túbuskjár og þetta var svona túbuskjár tölva þetta var eldgamalt og ég fór svona 10.com þetta var eitthvað þing í skólinni og mér að tala 10.com og var úrslega að fyndi og ég tjekka á þessu og ég man bara eftir ég fekk ekki mikið samviskubit
Já, að gauð ég er svo ungur, akkur ég að skoða þetta Mamma ætlar að drepa mig já en svo læri maður skilju Já. ég var mjög hræddur mamma og pappi myndi koma að stæða þessu sko. Ég meina bróður minn sko, hann átti svona læstan skápinn í á sér með svona DFD spólum og eitthvað svo hann bara með klám, bara svona porn, hvað er þetta, Playboy þannig ég var ekki 10 ára að finna líkilinn hans já, sjálfsög, bara að retta sér skilju þegar þú ert krakkið, þú veist, eftir þú munt finna það sem þú munt finna sko. Já, nákvæmlega, þú getur ekki stoppað eða þú veist, þú getur alveg haldið utan um börn skilju, en þú veist, þú getur ekki haldið endilega utan um allt sko. Nei, það er aðeins verið sko. Þú veist ég náttúrulega veit ekki hvað börn eiga að vera gömul til þess að, þú veist, þegar þau byrja að horfa á eitthvað eða whatever skilju og ég get ekkert sagt um það en hvað var það sem ég geri það er engin börn á þeim miðli sem ég er á skilju og þú veist, það hefur aldrei verið þú veist, verification process er bara, þú veist, þeir vilja fá vegabréf frá þér, þeir vilja fá ökuskírteini þeir vilja fá nafnið, þeir vilja fá allt frá þér og einhvern tímann tók ég upp myndband með Ósk og ég fekk mail frá OnlyFans um það að þeir vildi fá myndband frá henni að samþykja það að ég var að uploada þessu það er samt gefið process, maður myndi ekki halda og hún þurfti sko að sína vegabréf sitt og allt þess að sanna að þetta væri hún skilju Vá, ég myndi ekki ímynda bara að það væri svona hard process það er fáránlega hart sko. Og það er líka annars ég fór ógeðslega mikið í töðuna á mig þegar að vera að tala um þetta er bara, það er miklu meira haldið utan um þetta heldur en fólk kannski heldur og átta sig á og þetta er svona þú veist, það er alveg séð til þess að séu fólkana sjálfviljugt og að þú veist, það sé kannski ég ætla kannski að hugsa í gegn en þú veist, það sé fólk sem veit hvað er að gera og ber ábyrgð á því sem er að gera og þú veist, er 18 ára skilju Það er ekki, þú veist, mjög ólíklegt að setja 15 ára að reyna kostinu það er enginn að fara það er ekki að fara að gerast, það er ekki sens alveg saman hvað sem er falsa skilur ekki að hvað sem er þeir vilja náttúrulega sjá vegabréfið og þú veist, þeir fletta því bara upp og þá sjá þeir bara aldurinn þú ert aldrei að fara að falsa vegabréf sko. Ég keypti mánu hjá þér, bara svona fyrir kannski 2 vikur síðan eða okay, ég bara að check it out sko. Já, sjálfsög og ég var bara þetta er ég er allan að bara hlægjandi hversu awesome þetta er, þú veist, það er bara Íslendingur og allan að mínu hlið sem ég respekta mest er að þú veist, að ná að borga allt ótið skilur með bara OnlyFans Þú vilt ekki að tala meira um það, vilt kannski ekki segja númer skilur Nei, ég get alveg tala um það en ég skal ekki fara að tala um einhverja tölur sko. Nei, bara aldrei en veist, þetta podcast allan hefur alltaf verið mjög áhugavert að fá svona fyrirtæki fólk fólk sem er að gera ekki eins og þið, eða þú og ég á vinn sem byrjaði þessi daginn stúdíó að taka myndir af fólki og þetta er sem unga fólk er að gera núna skilur hversu geðvíkur sens er að ef þú ert orðin 18 eða 20 fer OnlyFans, tekur myndband með kærastinu eitthvað skilur hversu awesome man þetta er bara þægilegt sko. þetta er bara hægt þetta er klikka svona bara, kannski er ekki að gera þetta forever þetta, ég veit það alveg sko. ég veit það alveg sko. En þá náttúrulega er maður líka alltaf bara með eitthvað plan B skilur hefur eitthvað pælt í hvað mynd gera eftir þetta þú veist ekki þegar tónlist já þetta sem að segja hana já það var sem að var að skrifa símanni og var að minna mig á það sko. Ertu ekki að prodúsa núna? Ég er ekki að prodúsa sko. Ég er bara að syngja og skrifa texta og svona en mér langar að fara aftur inn í það skilju að ég er með geggjað flott stúdíó ógeðslega svona professionally built og lítur ógeðslega vel út skilju og ég er eiginlega bara ekki búin að nýta mér það ég er eiginlega bara að borga leigu og ekki fara ánga skilju ertu að leiga svona bara stúdíó já shit, það er pinnandi að ekki að nota maður ég veit það er það sko og líka bara að ég er búin að kaupa svo ógeðslega mikið inn í þetta stúdíó sko ég held sem er 3 mæka og þú veist ég held ég hef 5 hljóðkort eða eitthvað skilju þetta er bara fárálegt sko skil það vel maður, þetta er svona maður fær hobby og maður verður bara svona ég fór all out sko já, maður skammar sín ef maður ekki að nota það sko all out sko en myndur þú þá vera að þú veist syngja og gera þín í lög þá já, ég hef verið að gera þú veist ég gaf út eitthvað lög fyrir árið síðan þú veist 1 á ensku 2 á ensku og svo gaf ég út 2 á íslensku líka hvað heitir á Spotify? Ég heiti sérst Ingólu Valur og enska nafni mitt er Can't Wake Up nice, ok, ég setja í hérna descriptionu fólk vilja checka það og þannig fann ég þannig svona í rauninni kom ég upp með Wake Up Late ég var bara eitthvað kom með eitthvað svona að því að hann sko Mímir kom upp í vinnu hjá mér einsinni og það var eitthvað hvað segir ég Can't Wake Up að því að ég var ekki að vakna þegar hann var að ringja mig og ég ætla að nota Spotify svo notaði þetta Spotify og svo þegar ég var að byrja á OnlyFans þá var ég bara, ok, mér vantar eitthvað nafn sem er svona ekki corny, ekki of svona ofhugsað skilju þannig ég bara,
wake up late af því ég vakna alltaf seint þú ert að borga mými sko já ég veit það, hann þarf alveg að fara að fá bara einhver stefgjöld fyrir þetta eitthvað bara einhverja prósentur sko shit man, ég er alveg á því sko þú ert búin að byggja núna upp following skilur við já þú ert svona, já, quote unquote brand þess að allir núna þurfum við að setja einn brand á TikTok þú veist, fólk ekki fatta þú veist, þegar fólk að tala ensku svona á TikTok þú ert að gera það sama þú ert að vera smá weird fyrir fólk og svo kannski eftir ár byrjar tónlist og það getur bara poppa á það, skilju já, þetta er líka bara, ástæðan fyrir ég tala ensku líka er bara því að ég er að reyna að marketa ég er ekkert bara að reyna að marketa inn af Ísland það er mjög mikið íslensku fólki sem að subscribera hjá mér, skilju en mér langar að fá stærri myndina, skilju mér langar að stækka og reyna að halda boltanum rúllandi, skilju þannig að Ísland er eitt, Ísland er bara svo lítið eiga þannig að þú horfir á alheiminn það er svo mikið meira potential skilju og þú veist ég verða alltaf stuð það alltaf þetta er eitt svona markmið hjá mér að gera þetta live það er að fara að gerast þessu ári bara fyrsta en veist, af hverju myndir ekki bara vilja að dreyma ennþá stærri skilju það er Portugal og við erum ekki fælstaðar eða eitthvað skilju mér langar að fara til Portugal og kemur bara villu eða eitthvað sko hvað heitir stelpan sem það var gerð frétt hana líka frá OnlyFans hún á okkur villu á Spáni núna einhver 100 milljónir króna þú veist bara svaka ég veit hverju þú ert að tala sko ég maður bara ekkert hvað hún heitir ok, þú veist þetta veist hvað konur er að tala já fyndið ég var í rútu með fjölskyldum og var í bíó skum pappi allt inn og bara Friðrik sjá þessi frétt OnlyFans hann var að segja mig frá þessu skilju það vita allir að þessu sko þannig að bara veist, það eru flestir bara sammála þetta er bara þú ert orðin yfir 18 skilju það er ekki að stoppa þig sko þetta er bara að vinna skilju eins og allt annað þú veist þetta er svona eins og ég veit að ég skilju, ég hef oft pælt í því, þú veist, ok, ef ykkur fer að vinna í bónus, þá er enginn að segja neitt það, en af því að ég fer að vinna við eitthvað aðeins svona öðrísi og svolítið svona kannski tæpara, þá hafa allir skoðun. Og þú veist, ég mann eins og eftir, skilju, þegar ég ákvaði að ég ætla að byrja með stúdíó, pabbi minn sagði við mig, gleymd þessu, skilju, hann bara, þú veist, það er ekki sens að þetta sé að vera að virka hjá þér. Og þú veist, þetta er heimskuleg fjárfesting. Að ég var bara eða fáránlegum pening bara í alls konar stúdíódrasl skilju, bara hátalara, mæka og alls konar dót og hann sagði við mig að þetta myndi aldrei ganga og núna erum við hérna 2 árum senna cirka 4 árum senna og Mimi er búin að vera með mig frá upphafi og hann hann er búin að vera DJ-a fyrir ERP og þú veist Rottweiler og Blaffa og svona skilju þannig að þú veist ef ég hlusta á pappa minni upphafi þá hefði aldrei verið neitt úr þessu það er alltaf hann en líka þú veist að veit ekki hversu langa tíma þetta mun taka skilur ég er að segja það, þú veist, þú verður bara að trúa á sjálfa og bara halda áfram skilur þú verður alltaf að halda áfram og aldrei gefast upp skilur af því að ef þið langar eitthvað nógu mikið og leggur nógu miklu vinni í það þá gerist það er nákvæmlega sama og ég sagði við Mimi ég sagði við hann, þú veist, gæinn var að prodúsa skilur fucking ég veit ekki, sko, 18 beat á dag skilur, það setti bara eitthvað deadline og bara ég ætla að gera svona mörg í dag nice. og gerði það og ég sagði bara við hann, haltu áfram þetta áttur að skila sér og svo gerði það í dag ég ætla að taka viðtal við Mímir, ok Mímir er up and coming producer á Íslandi mæli með að tjekka á hann sko. Þú líka, meðist rosalega skemmtilegt að sjá Instagraminu þú veit, ég var að posta eitthvað TikTok um eitthvað party og þannig að, veist, ég þekkti eitthvað ósku hvað heitir Ertu alveg sem bróðum með postaði? Já, það kannski Já, ertu alveg með make-upi? Eða veist það var með make-upi allir? Nei, það var bara fullt af fólki bara eitthvað, voru grunni í partíhúsið eitthvað Já. Svo kommentin eitthvað, ég myndi aldrei tjáma í hössilið einhverju krakkar heima á sér í Fortnite eitthvað Já, bara alveg bara í tölvunni, skilju, sveitir Já Og bara því þetta lið er að gera eitthvað sem og það hlýtur að vera krakkar sem er að skýta sem bara, fokk á ég verið til að reyða stelpu fyrir penning Það er allir sem að hugsa þetta Það er enginn að segja mig það að þeir langi freka til þess að vakna klukkan 6 á mótnana til þess að mæti í vinnuna ef þeir gætu verið að ríða gælu og fengi borgað fyrir það Allan daginn með Já, eða strák skilju þú veist, bara annað hvort en þú veist, það er enginn að segja mig það að þetta sé ekki góð vinna sko. Og kannski svona langdreið, þú veist kannski myndir ekki nenni getið 30 ár Nei, ekki sens, ekki fræðilega möguleiki en eins og staðan er núna, þá finnst mér þetta gaman og ég ætla að halda áfram, skilju Milk it while you can, sko, bara Já, ég er að segja það og líka, þú veist, við veitum ekkert hvernig það verður eftir 6 mánuði, kannski verður, þú veist
þú veist, sem ég hef oft pælt í eins og Networks, það eru mörg podcast sem ég fylgist með sem byrjuði bara sem eitthvað svona og svo núna partnerið þeirri með 4 podcast 10, hver veit að þú verður kannski the quote-unquote pimp. Planið mitt líka að fara til útlanda og reyna að vinna með skilu creatorum úti bara til þess að þú veist stækka og þú veist koma nafninu mínu lengra skilu. Þú ert líka í ógeðslu fínu stöð fyrir það, þú bara ertu ekki búin að fá nokkru vinni eða eitthvað svona í þessu, þú veist, Jú, ég har fullt af vinnum með OnlyFans dæmi og ég þekki líka stelpur erlendis sko, sem ég gæti alveg unni með en þú veist, það COVID og það bara að hindra mann svolítið. Þú veist, ég er aukavinnu på velli sko og þú veist, sást kannski flettum í gær þetta bara bilun það eru bara allir á Íslandi að reyna að drulla sér út. Ég þarf að fara út sko, ég er að reyna að vinna ég er ekki að reyna að fara í eitthvað frí, ég er að reyna að fara í eitthvað að vinna akkurat. En það fer að koma í en svo náttúrulega líka er ég komið kvolp þannig að veist, það er svolítið líka hæg á mér. Maður fucking dýr, þú færð dýr þá bara ég er alltaf innu settled. Ég er búin að sofa út núna bara í senstu mánuði sko, bara eins og ég vill en núna er ég komið kvolp og ég var næglega fucking 9 í morgun og mér finnst það bara ömulegt. Þetta ekki svona morning guy? Nei, ekki neitt sko. Hvað með svona, ég spyr oftast kannski svona meira fyrirtæki einhundur svona hvað er svona, ertu núna komið eitthvað svona rútín sem þú fílar eða þú veist eins og með vinnuna mína? Já, þú veist, ertu bara að reyna að setja það eitthvað svona saman? Nei, ég er bara með í notes á mér, skilur bara svona hugmyndir, þú veist, ég hugsa bara oft hvað getur verið fættis á okkur hvaða staður getur verið interesting fyrir fólki og bara svona reyna svona skáta bara svona ákveðna hugmyndir og bara svona skoða netið og sjá hvort ég fái eitthvað svona innblástur skilur. Ég hef heyrt frá þessu, ég held að Klara Líf tala þetta, að hún fæ svona, þú veist message, þú veist, getur þú gert þetta? Já. Á þig eitthvað svoleiðis getur þú kúkað á óskeið? Já, veist, ég fengi bara, hei, ertu til að pissa stelpunar? Ég er bara, nei takk, ég er góður sko. Hvað er svona eitthvað ef þú vilt segja, hvað er eitthvað ógeðslegasta sem myndi vilja prófa, eitthvað sem þú hefur ekki gert? Ógeðslegasta sem myndi vilja prófa? I'll play eða eitthvað. Nei, ekki alveg þar sko. Þú veist, ég séu oft svona knife play og eitthvað shit. Ok, sko, þetta er áhugavert umræðumni. Knife play er alveg, þú veist, ég skil svona svolítið svona á bakvega en ég myndi samt ekki gera, skilu hvað við. Þú veist, ég þyrfti að vera svona intensely into it til þess að vilja prófa en það er víst eitthvað voðalega vinsælt kink hjá fólki sko. Aðeins á, bara þú veist, hvað ef ég missa hnífinn, núna er það bara þú mátt ekkert sko nota líka bara þú veist, ég fara að selja myndbönd með hnífum, ég er bannaðir svona sko. Já, eru svona guidelines, mátt ekki gera svona þú mátt ekki gera ælumyndbönd, þú mátt ekki pissa, þú veist, það er alls konar svona dót. Og getur ekki þá gert það í myndböndu sem sendir í messages, actually? Nei, það má bara ekki. Já, myndir þú gera með e-mail eða eitthvað? Já, líka við, sko, þú ert að fara bara beint inn á e-mail og sjá mig kúka og verður að senda mér e-mail bara auðra mig það þarf svona attachment OnlyFans Plus. Já, OnlyFans Plus, það er svona aðeins tæpara dæmi. Þá er Ingo að taka þér að sinn kúkur og shit, maður. Ertu ekki að vera eitthvað pælt í því? Ertu að vera að pegga þér á næstunni? Ég er ekki að vera að pegga þér. Ég er búin að pæla í þessu. Já? Ég er búin að pæla í þessu. Það er búið að reyna að spyrja mig þessu. Ég prófaði buttplug. Það er ekki eitthvað fyrir mig, sko. Ég fann það bara strax. Ég var bara, ok, þetta er bara skrítið. Ég er ekki að fíla þetta. Ég er ekki að móti þessu, en ég er heldur ekki að fíla þetta. Hann er svona tilgangslist. Ég veist, en þá fyndi sko í svona 8. bekk eða eitthvað. Það var einn félag með núna nýkominn í grunnskóla. For some reason voru bara að tala þetta. Ég vissum að þau vorum fertugir, þá munum við vilja að fá betri raskandi. Að þau vorum bara fertugir, skilja, það er eitthvað svona, það er alltaf að djókum. En svo svona prófa ég, ok, kannski býðir, skilja. Ég veit ekki alveg með þetta, sko, já. Ég veist, ef þú ekki lendi í þessu, það er allir, flestir lendi í þessu, þú færð óvart bara, hún bara vill fokki þér, skilja. En svo er eitt félag minn sem svona, hann kom til mín og sagði þetta, þú veist, að kærastans gerði þetta. Og nú er hann búinn að ríða gauð, skilja, hann er svona ok, núna er að skilja kannski svo að opna eitthvað dyr já, akkurat, þannig að ég ætla að býrlega ferstur svo vil ég opna þess að dyr ég sko, eina ástæðan fyrir ég gerði þetta er náttúrulega að, þú veist, ég er náttúrulega að vinna við það sem ég geri og þú veist, ég er tilbúin að prófa einmislegt, skilju og það var konudagurinn og ég og sko varum að ræða þetta hún eitthvað, myndir að leifa ykkur að pekka, ég eitthvað, nei og hún eitthvað, ertu viss? Ég eitthvað, já, þú veist, ég held ekki hún eitthvað, myndir að prófa buttplug ég eitthvað, já, hún eitthvað, prófa það núna ég eitthvað, ég veit ekki alveg með það svo
hugsaði í smá stund og ég bara, fuck it, testum þetta bara, sjáum þetta. Þetta var bara skrítið, sko. Þú veist, ég hoppaði í sturtu og allt saman, skilju, alveg bara, þú veist, inn í sturtinu, alveg svona að hæpa mig eitthvað upp, skilju, og það bara, nei, ég fíl þetta ekki, sko. Þetta kveikti ekkert í mér, sko, bara, þú veist, mér leið bara skringilega. Ertu fan af, þú veist, Einol? Ég? Já. Almennt? Já. Nei, ekkert svakalega. Nei. En, þú veist, ef ykkur stelpunni myndi segja við mig, hei, getur við tekið upp 1-0, þá myndi ég alveg gera það, skilju. Bara prófa. Já, eða veist, bara fyrir vídeó. Bara, það eitthvað mjög fyndið þegar maður þú veist, 16 eða eitthvað og maður alveg 1-0, that's the shit. Já, það svo maður in the moment, þá... Já, ég ekki samanlega, sko, því, veist, þetta svona eins og takar 1-0, skilju, þú veist, þetta bara svona eitt gat og svo komin inn, þá ekki neitt, skilju. Það ekki við. Þú bara með svona eitt lítið gat, svo þannig að komast í gegn og svo bara ekki neitt. Hann er svona já, þetta er ógeðslega grillað, sko, að því að þú veist, ég hef alveg pælt í þessu, skilja, strákar að sagði bara, já, ég elska Einol, lalala, þú veist, þú gæti tekið bara svona rör á svona, hvað heit það, svona vinnusvæði, eða var það nógu þykkt? Nei, bíti, nei, ok, ekki vinnu, ég kom líka rugg, stálbím eða eitthvað. Nei, ég er að tala bara, ok, segjum bara hring, bara svona ógeðslega stóran hring. Já, tekur bara 4x4 og fyrir að smíða hús. Já. Nei, eitthvað ring bara, skilju, og segjum bara blöðru. Segjum bara endan á blöðru, skilju, ég veit það ekki, sko, en... Já, ég skilja, endan á blöðrunna. Já, endan á blöðrunni, skilju, já. Þú veist, þetta er nákvæmlega sama setið, skilju. Þú veist, þú veist, finnur bara fyrir inn í þessum hring. Já. God damn, man, ég verðum að læra mikið þessu þætti, sko. Já, þetta er alveg áhugavert, þetta er kynfræðsla, sko. Þannig að þú ert mest líklega að fara í tónlist á næsta árunum. Já. Ég ætla að reyna að drulla mér í það bara núna á næstu dögum, sko. Já, ok. En ég er bara ábátt með að byrja á hlutum, sko. Ég er með svo mikla frestinu áratti. Já, ég skildi maður. Já, ég er líka alveg feimin. Ég er svolítið svona, þú veist, mér er alls sama þó að fólk kannski dæmi mig með, þú veist, OnlyFans og svona, en hvað var að tónlist, það er svolítið svona persónulegra fyrir mér, þannig ég svona vill, þú veist, ég fer svo ógeðslega vallega. Það er maður allir með eitthvað svona sem að langar ógeðslega mikið að koma hann út, en svo er það líka alltaf skemmtilegt að þegar þú lóksist gera þá er það virkilega gaman, þú veist, að því veist bara, þetta er bara ég. Ég var líka ógeðslega hræddur þegar ég gaf út fyrsta íslenska lagið mitt, en þú veist, ég fekk mjög góða, ég fekk geggja móttökur að skilju, allir sem að svona eiginlega hlusta á voru bara, þetta er geggja lag, þetta er ógeðslega flott í þær. En það var líka ógeðslega persónulegt lag fyrir mig, fyrir svona kafla í mínu lífi, skilju, það sem ég leið illa og er að tala um það. Þannig að það að fólk hafi fílað var alveg bara ógeðslega góð tilfinning, en samt á sama tíma skipta ekkit rosalega miklu máli, af því að þetta var bara svona kafli í mínu lífi sem ég þurfti að koma frá mér, skilju. Og ákvað bara að gefa út ef eitthvað skildi tengja við það. Ertu mikið svona, þú talar um að mikið aðtöðisbest og svona. Já. Ég var með uppistandar sem tala um hann skrifar í notepads eða eitthvað svona, bara endalist. Já. Og veist, þú ekkert að nota kannski með þetta og hann með hugmyndir og kannski gera ekkert með það. Ertu líka með svona 15 dagbækur eða? Nei, ég er með svona 500 notes í símanum mínum að lögum sem eru óklári. Já. Ef ekki meira, sko. Það er bara ein lína, þú veist, einhver 3 orð, einhver hugmynd, skilju, segir bara, já, ok, þú veist, ég kannski starf úti, ég fæði svo hugmynd, ég er bara, ok, ég ætla að klára þetta þegar ég kem heim, af því ég er pínu busy núna. Svo kem ég heim, ekki neitt, skilju, og svo bara nokkru degir senna, bara, hei, ég fekk aðra hugmynd, ég ætla ekki að klára hana. Ég er með möppu, ég er með allt í möppum hann í notes, mjög það en ég er með TikTok hugmyndir, það er bara fucking tróðfull, skilju. En alltaf ef maður leið að byrja ræði, það er alltaf gaman að gera, sko. Algjörlega. Ég veit ekki þig, ég var mjög mikið sketchum ég var yngri og ennþá núna svona. TikTok hefur, af öllum social media þá var mikið heitan úti, mér finnst það mjög skemmtilegt. Mér finnst TikTok gæð skemmtilegt, sko. Það er meira að vera búið til að geta út, skilju. Já, við vorum einmitt að tala í gæri, ég og Mimir, myndbandi sem ég gera með sófan. Ok, ég verður að checka á þessu. Það var bara þetta er geggja myndbandi, nei, þetta þið gerðu. Já, sem já, bara þetta er geggfælust. Já. Þetta er Arnar þessi gauður, hann er uppistandari. Við vorum að gera myndband sem vorum 12 ára, sko. Já, við vorum alltaf að reyna að gera eitthvað. Ég skil, þetta var ógeðslega góð myndband. Þetta var svona mikill aulahúmor, sko. Ég fíla það. Sko, TikTok hans er allt svona, það er aldrei að fá víðis og ég er með liðir svona, sé bara svo afi að posta TikTok. Samt fyndið, sko. Já. Ég gera það líka, sko, þess að með TikTok í mitt, skilju, ég passa mjög mikið að Hæ, ég heiti Ingólfur, með tjekka OnlyFans. Já, Mimir kom með þessa hugmynd, þannig að hverju stendur ekki í hurðinni og allt bara. Mér finnst þessum TikTok alltaf svo góð, sko. Já, alltaf eitthvað svona astnalegar auglýsingar, skilju. Já, akkurat. En ég reynir líka að posta bara eitthvað svona fíblagangi.
en samt líka að marketa sjálf mig, þú veist, það svo mikilvægt fyrir mig að marketa eins mikið og ég get bara til þess að stækka, bara, eins og ég segi, bara til þess að halda boltanum brúlandi, þess að ég endalaust að reyna, þú veist, markasetja mig á Twitter, Instagram, ekki Snapchat það useless núna sko. Já, ég myndi ekki nenni ég með mesta, ekki TikTok núna, TikTok bara views þar, rugg sko, en Snapchat bara svona, nú er bara spjall skilju. Ég nota líka TikTok að því að, þú veist, það einhverja líkur að fólk mun sjá það, en svo einhverja líkur að sjá það ekki, þú veist, þetta bara annarkvort. Með þessum TikTok núna, það rugglétt að bara ná 1000 manns. Það fáránlega létt. Á nokkuð dögum, skilur við. Fáránlega létt. Þú ert líka í svo skemmtileg position að þú getur vera að tala klámendali, skilur við. Já, og það alltaf bara, hvað er hann að tala um að sjá, og ég verð að hlusta á þetta. Akkurat. En ég líka mjög mikið í TikTok í maður litla bróðum mínum, sem sagt, hann tekur mjög mikið af TikToks þar sem hann að gera grína mér og svona. Já, hann bara 97? Já. Ég var nefnilega búist við eitthvað 14 ára og ég bara, nei. Krakkar í bekknum hans. Já, nei. En reyndar, ég á yngri bróðir og bróður minn postaði TikToki, sem sagt, ég man ekki hvað hann sagði, þetta var eitthvað mjög óviðeigandi sem hann sagði, sko. Og svo sagt, bróður minn byrjaði í skóla og það voru eitthvað krakkar að tala við hann og voru bara, hei, ert þú ekki hann að gæin í myndbandinu hjá Hlyn? Og bara eitthvað, jú, ég veit hvað þú ert, þú varst í myndbandinu, ég sá það á TikTok. Ógeðslega fyndið, sko. Já. Erst þú að lenda oft núna, þú veist, út í búð og bara eitthvað Ég lenda líði, sko, að fólk komi til mín og tali við mig, sko. Ég alveg lendi að fólk sé bara að segja við mig að þessi fansa mér og eitthvað, ég bara eitthvað, wow, okay. Klikka myndbanda, gæði Já, í alvörinu, sko, þetta ógeðslega fyndið. Að því að, þú veist, ég var eitthvað að djamma fyrir vestan og það voru eitthvað strákar sem koma að mig bara eitthvað, ég veit hvað þú er. Og þú veist, það var eitthvað gæði sem söppaði mig fyrir fram og byrjaði bara að spyrja mig spurningar, skilur. Og ég bara kom líka viðtal bara með fyllir í. Og svo hef ég lent í líka bara fólki sem kemur til mín að bara, þú veist, ég fanna þér, þú veist, þú stendur þig vel, halda áfram að gera það sem þú gera. Good shit, man. Það ógeðslega skrítið, ég verð á vikina. Mér finnst það geggjað en það samt skrítið, þú veist, ég svo óvanur þessu, skilju, að fólk segir bara eitthvað, þú ert geggjaður, þú stendur þig vel, skilju. Ég ennþá, sko, ég er búin að vera með stórt following á Snapchat í mörg ár hérna í Keflavík sérstaklega. En það alltaf bara 10-13 ára strákar eða eitthvað fyrir út í Æsland og bara hei, það er ekki bara ég veit hvað þú ert og var alltaf bara að reyna að kaupa sér eitthvað bara ég lendi sko í, þú veist, eins og fullorðnum konum og svona, sko, þú veist, ég fór til Vestmanni en daginn og var eitthvað kona að tala um í partí og segja við mig að hérna að hún var ógeðslega ánægð með það sem ég var að gera, þú veist, að ég var að, þú veist, taka þátt í umræðinum ofbeldi og svo leið, skilju, og þú veist, ég væri actually að reyna halda ég áfram, skilju, þú veist, að halda áfram að, þú veist, segja fuck Ingo Veðuguð og þú veist, man ekki sko hann heitir í fýblaðana, Sölvi Tryggva. Gaur, ég var aftur ekkert podcast að dag, við vorum báðum að gleyma þig, ég og Gaurinn. S.U. Sverri, bara nafnið búið að kara. Já, Sverri gæðina, ég man ekki hvað hann heitir. Er ekki Sölvi Tryggva? Já, var Sverri Bergmann. Og var hann, lent hann í gröndasli? Hann sagði eitthvað fuck, mellur og eitthvað. Reynir líka. Já, það var Reynir Bergmann, ég er að rugglast inn og ég ætla ekki að fara að kóla vitt Sverri Bergmann var í það dökk, sko. Er hann ekki söngvari? Ég held að maður. Já, nei, ég fíla Sverri Bergmann, sko. Ég geggjaði söngvari. Við erum bara að nefna fullt af random fólki. Já, bara fullt að liði, bara eitthvað, hei, ég ætla að kóla þig út núna. Já. Og svo þess að Auður, það er Auður postaði hana þessari fyrirgefningu. Þú veist, ég horfði á þetta, ég las þetta, ég var bara eitthvað gamli. Þetta lítur út eins og það fengi bara, þú veist, your PR team til þess að skrifa þetta fyrir og svo posta þessu. Gauri, leið mér að... Þetta er ekki afsökunarbyrni, sko, þetta er bara kjaftaði. Það er fínt að hafa þína, ég er ekki með að fylgjast nógu með þessu nema þegar einna Sölvidrasli gerist. Fara á þína svona, þú veist, þú varst meira alltaf að fylgjast með þessu svona. Já. Þú veist, hvað gerist með Auður? Hvað var hann að gera af sér svona? Auður árætti þess að stelpu. Veit ég, skilur við. Já, að þú veist, hann viðurkenndi það. Já, 3 stelpur. Og... Ég man ekki nákvæmlega tölur, sko. En þú veist, svona alltaf Ingo Veðuguð, þú veist, það þarf ekki svona, þú veist, ég skil ekki svona af hverju það er verið að ræði þetta, sko. Gæinn, þegar ég bjóð inn í Keflavík, þá kom vinkona mín í heimsóttíð mín og ég var eitthvað, hei, hvar er vinkona þín? Hún er með Ingo Veðuguð. Þú veist, ég held ég að vera 16-17 ára, sko, við öll. Þú veist, bara eitthvað, ung stelpa og gæinn skilur við bara heima á sig blind fullu, bara eitthvað, koma og alltaf ringja hann og eitthvað. Ég vissi alltaf hvernig var hérna 2019, þá var vinkunum mín akkurat að halda ammali mömmu sinni og hann kom og hann var bara drukkinn og var að reyna með hana bara óþægilegur, skilur við, og það er engin, þú veist, það er líka bara eins og, þú
þú veist, það búið að banna hann að framhaldsskólum, það búið að banna hann hér og þar, skilju, en samt einhver megin ætlar hann að vera bara, ég ætla að kæra fólk, ég ætla að kæra ykkur, þau veit ekki neitt. Þú veist, kom eitthvað að kæra á fólk, ekki? Senda ykkur kröfur, en þetta aldrei að fara að skila neinu nema bara það að hann lendi í djúpu skít, sko. Það bara komið tími á það í rauninni, finnst mér, eða, þú veist, ekki bara mér, ég myndi segja bara fyrir alla, að allt þetta fræga fólk, allir þessi sem eru svona untouchable á Íslandi, fái það sem er að gera í baki á sér, skilju. Að þú veist, þeir fái að heyra þessi vondi menn, skilju, og þeir fái að heyra að, þú veist, að þeir komast ekki upp með þetta, skilju. Þú veist, það pirrar mig ógeðslega mikið hvað fólk kemst upp með hluti, og það gera mig geðveikan að vita það að, þú veist, eins og með lögregluna á Íslandi, þú veist, ég veit fólk sem hefur kært fyrir nauðgun og svona, og þú veist, það hefur verið bara fellt niður, af því þetta er bara orð gegn orði, skilju. Og eins og með, þú veist, önnur lönd, þau takir svo miklu alvarlegra. Og svo vil fólk líka tala dómstól götunnar. Þegar kemur að dómstól götunnar, þá myndi ég segja það að ef að ríkisstjórnin okkar ætlar ekki að passa upp á fólk, þá að minnsta sem við getum gert er að passa upp á hvort annað. Já, bara sem þjóð. Já, bara sem þjóð. Þetta er bara eins og, þetta er eins og ég búin að segja margoft sem maður búin að segja, skilju, við erum öll almannavarnir, nákvæmlega sama dæmið, passum upp á hvort annað. Ef að enginn ætlar að gera neitt í þessu, þá þurfum við að passa, þú veist, láta hvern annan vita. Eru pælt í því eitthvað langar þegar að, þú veist, fara með píritum eða, þú veist, ef við fara eitthvað alþingi og reyna að breyta ykkur? Ég, sko, persónulega var ekki góður á alþingi. Ég get bara sagt það núna, sko, bara með við, þú veist, rútínuna mína og svefni mína, svona, það er bara ekki sens. Það er eitthvað við pólitíkum, þú veist, ég held að flesti sjálf er sammála öllu þessu dóti, en margir líka bara nennir ekki að reyna að breyta ykkur sem lítur út fyrir að mun aldrei breytast. Þú veist, þessi untouchables mun aldrei neitt gerast, þú veist, Bubbi getur verið en endalaust, bara ekkert mun breytast. Já, þú veist, mér finnst þetta bara fáránlegt að fólk sé bara að komast upp með þetta ár eftir ár, skilju. Af því að sammáð sitt frægur á Íslandi, eða whatever, skilju, það átti samt, þú veist, það á fólk samt, skilju, að vera trúað, fattar mig. Þú veist, ef að það koma 5 stelpur saman og segja að þessi gerði eitthvað, það þýðir að þú átt að hlusta, skilju. Þú veist, jafnvel þú sé ein, þú átt alltaf að hlusta og allan að gefa þeim tækifæri til þess að tjá sig í staðin fyrir bara að þakka það niður strax. Þú veist, þessum með Ingo Veguð, þá sagði fólk bara að vera að reyna að þakka niður í liði. Bara, já, hann er geggjaða söngvari. Ok, hvað með það að þessi geggjaða söngvari og getur ömuleg manniska en góðu söngvari? Aldrei að segja með það að þessi enginn í fangelsi einhvers staðar úti sem að geta sungið, skilju. Eller hefur ekki séð svona einna á TikTok bara they robbed him of his youth og hann ekki að syngja í prison. Veit ekki hvað hann gerði, sant? Það skiptir engum máli. Það er bara hann kann að syngja. Þetta er fáránlegt, sko. En þetta er líka, við erum náttúrulega ekki samaldur, við erum generationi sem er yngri og þú veist, eventually verður allt fólk farið, skiljur. Algjörlega. Þannig að við þurfum að vera 20 ár. 20 ár? Já, við skemmum þessu svona 20 ár, þá allavega, þú veist. Já, það eru margir allavega. Ef eitthvað breytist ekki eftir 20 ár, sko, það bara veit ég ekki hvað ég að segja, sko. Það eru bara búin að feila sem þjóð, það er bara þannig sem ég horfa á það, sko, af því að það þarf að fara að taka sig alvarlega, það þarf að hafa hátt, skilju, og fólk þarf að geta talað, að því hvert einn skipti svo þakka niður í einum einstakling, þá getur verið að þakka niður í fullt öðrum. Sérstaklega þetta er svona opinberlega, skilju. Ef eftir 20 ára verður ekkert breyst, þá er þetta svolítið bara, what's the point, skilju, hvað er vektar að breytast. Nei, og ég veit ekki, sko, ég var ógeðslega reiður í að tala um þetta, sko. Þetta pirrar mér rosalega mikið. Hann er rauður, sko, við erum að fucking passa okkur, sko. Þetta pirrar mér rosalega mikið að Ísland sé svona eftir á, hvað var það svona hluti. En þannig að við erum búin að fara svolítið politist í þetta. Hvað svona, fyrir þetta klámið, hvað annað gerir Ingo? Með tónlistina, þú vaknaði hann ekki 3. Ekki 3, rólega, það er aðeins að snemma. Ég var hann alveg 4-5 stundum, sko. En ég bara, sko, ég sé bara eins lengi og ég vill, sko. Nema núna að því ég kom með kvolp, þá var lífið mitt búið að breyta svolítið. Hvað kallar þessi hundur bara, I'm a new man, I'm actually... Já, þetta er samt, sko, þetta er samt geggjað, sko, þetta er ógeðslega gott, af því að, þú veist, hann leyfir ekkert að sofa út. Hann leyfir að stundum, venjulega sofa út, ekki Ingo sofa út, skilju. Ekki það Ingo method, skilju. Já, það er ekki, þú ert ekki að fara að sofa til 4, 3, sko, þú ert að fara að vakna bara hátt í rúmið, hann bara sefur náttúrulega bara upp í rúmi og hann bara veikur þig. Og hérna ég myndi segja þessi svona geggja því að hann hérna svona hjálpa manni stundum að drullsa á fætur og fara að gera eitthvað og hann sem ekki svona gleði ekki að hann er ekki stuðbolti, sko.
Ertu alltaf múin að eiga hunda eða Nei, ég hef alltaf ketti Já, en svo núna eftir að ég og Ósk fluttum inn saman þá fengið okkur border collie saman Cute. og hann er algjör prakkari sko algjör prakkari Hundar eru ég bara átt einu sinni hund það var krakki sko það er eitthvað skemmtilegt þegar hún er eldri og fattar að þetta er responsibility það vil gera eitthvað í þessu þetta er fyrsti köttur sem ég á núna sjálfur ég var út að labba með hennum í gærina með ól sko bara sko hálfliti sko en ég meina maður þarf að gera þetta já, það er rétt ég líka, ég skýrði líka hundin eftir þú veist, núna veit ég ekkert hvort að TikTok krakkanum muni vita hvað ég er að tala sko en þú veist hvað Spyro er á enna tryggin já, sjálfsögðu já, við skýrðum hann eftir honum af því að hann er, þú veist, hann er bara lítið tryggi en TikTok krakkinu brjálæðir það er ekki til, it's not a thing bara hvað er hann að tala hver er Spyro fókin hálfliti maður þú veist ekki neitt akkur ekki Crash Bandicoot skilur eitthvað allt annað nei, eða þú veist, fokkin Skylanders eða eitthvað já wow, Skylanders maður, þú veist að fokkin svona að nokka minningum maður já, það var the shit ég spilaði ekki sko, lítið bróðum minn átti að það var komið þegar ég var aðeins aldrei ég ætla að spila þú veist FIFA ég man eftir í bróðum minn Ketsi Skylanders og þú veist það fylgir bara einn kall með skilur og ég enda á því að fara inn í Hagkaup og ég keypti held ég sko hvað keypti ég marga 6-7 gæja skilur og fór á kassanum og reikningurinn var alveg bara ég er að kaupa plast sko akkurat ég bara þetta verið tölvuleik sem hann á nú þegar sko þannig að þetta ég man alveg eftir sko að ég hef búin að segja að ég ætla að fara til búið að kaupa nokkra skilur og kemur tilbaka með 100 skrónur reikning já, ándjóks, þetta var bara fáralegt sko þetta er svo en þú veist ég er alltaf búin að lofa þessu þannig ég get ekki tekið þetta tilbaka ég er bara ok, ég er bara að borga og brosi sko þetta er eitthvað svona, þú veist, varst þú mikið í tölvleiki og stingið þig? Ójá hvað varst tölvleiki sem ég var í kót mjög mikið ég á alla kótleikina sko ég var alltaf bara mjög mikið í kót sko ég spilaði Saints Row líka já, ok, Saints Row og GTA náttúrulega GTA náttúrulega líka en bara þessi leiki sem að þú veist þegar maður er 13-14 ég ætla bara að drepa hugust, that's all I'm gonna do en ég líka, ég sko, þú veist ég var alveg það mikið nörd þegar ég var yngri ég var alveg, þú veist, ég var bara komin í klan og eitthvað í kód sko já ég var alveg bara svona gamer sko ég fyrir World of Warcraft sko já, ég spilaði líka WoW ég man eftir feitu krakki bara ég sko spilaði WoW fyrir held ég bara 3 að 4 mánuðum síðan og ég man eftir að ég var svo heima í tölvinni og það voru 2 stelpur í heimsókn hjá mér ég var ekki að sýna þeim neina athygli sko ég var í WoW og ég fattaði bara ok, þetta er orðið vandamál sko ég er búin að sita inn í 3 tíma og það er að bíða eftir mér sko á meðan ég er bara einhverju dungeon í fucking WoW sko þú veist fucking crawling with the boys já, veist ég ándjóks ég var líka bara, þú veist, þegar ég fattaði þetta ég var bara, fuck maður, ég er bara búin að vera inn í 3 tíma að spila WoW þegar það er að koma inn að heimsækja mig já, maður, minnst þetta samt einhver svona steikt núna hvernig tölleikir eru já sískinu mínu og eitthvað sem þau að spila Fortnite og það er bara venjulegt að þau fá sér nýtt skinn 2 vinna fresti og þau var að fá þetta og það eru million DLCs í kott núna þetta er mesta kjaftaði sem ég veit sko ég er alltaf að segja þetta á litla bróðum minn þegar ég var yngri og keypti mig leiki þá fekk ég allan leikin ekki kjaftaði ekki rugg skilju og svo þegar ég var að spila PlayStation 3 þá var kannski map pack skilju mér var staðlega fair, af því þú veist það vart að fá fullt af contenti, skilju $20, wow, það er kannski eins og ári já, það er allt í lagi en þegar þetta komið út í bara, hey, geta Fortnite skin á $30 bara, gauður, ég er ekki að spila dress up, ég er að spila byssuleik, skilju I do porn, man, ok? Play video games to escape ég hef aldrei skilið þetta Fortnite æði, sko ég keifti hann, sko áður en Battle Royale dæmi byrjaði þá keifti ég hann og það var eitthvað svona survival dæmi eitthvað og ég spilaði hann í 2 tíma opnaði hann aldrei aftur svo allt í einu var það bara trending og bara allir að spila Battle Royale þetta er líka nú er þetta bara öllum leikjum skilum bara Battle Royale þarf að vera í öllum ég þóli þetta ekki sko. Mér finnst það ömulega leðilegt hefur ekki spilað Warzone? Jú, mér finnst það bara leðilegt já, ok, það er eitthvað það er komið nýtt mappa á Alcatraz Island já. Það er ógeðslega gaman að fara 4 skilur saman er það svolítið ekki bara mappi sem verður Black Ops 4 eða? Jú, Zombies Jú, það er bara heldur nákvæmlega saman sko. Það myndi ég ekki að spila það sko. Þú spilaði, þú veist, COD 4, Modern Warfare 2 já, jú. Þeir voru, þú veist, það var ekkert betra nei en núna Modern Warfare, hann er frekar lík þannig að it's pretty good já, Modern Warfare er enda geggja leikur sko. Ég ætla ekki að neita því en þú kemur á sko Black Ops og fucking
World at War, Code 4, Modern Warfare 2 þeir eru ekki róðið í þetta sko. Þeir eru aldrei að fara að ná þessu glory days back sko. En líka við getum ekki hvernig verður þetta 20 ár þegar pólitíkinn dauð þarna þá er krakkan okkar með Fortnite back in their necks og þeir eru með gleru pabbi, ég skil ekki þetta old school shit við erum allir með VR gleru hvernig þetta herbyggi ándjóks, allir að öskra á sig ykkur að leikin Mér finnst alveg skrítið þegar maður fyrir hindi fólk sín aftur eitthvað og það er mamma er í símanum stjúpabbi í símanum bara... Ég þolið ekki sko, stundum er að tala um mömmu og hún er bara hérna, þú veist og ég næ ekki að til hennar, ég er bara mamma og hún er kannski að segja eitthvað við mig, hún kannski segir eitthvað og ég svara þá heyrir hún það ekki svo var hún pirruð af því að ég svaraði ekki skilur Ertu hérna fluttir út fljótt, víst, eða varstu Nei, ég flutti út fyrir hvað ári síðan eitthvað Saman tíma ég bara sko Já, ég bjó bara hjá mamma og pappa og svo skildi mamma og pappi og ég flutti inn til mömmu og svo bara flutti ég út með bróðum mínum og er bara búin að búa ég ætla ekki að segja einn, aldrei einn af því ég er búin að vera með bróðum mínum í hinni íbúðinni skilu en núna bý ég sko með Birtu, Ósk, Lin og Meiu Sæl, hvað er þetta stóð íbúðina? Þetta er bara einbýlishús Nice. Það er þannig að þið ekkert down each other's throats all day Nei, stundum vel, Stundum getur þetta orðið svolítið svona intense sko en þetta er mjög gaman sko Já, líka Nei, ég ætla að segja reitt sem ég ekki segja að vara að muna núna af því ég glemdi að segja senast þegar að ég ætla að tala um það er vídeo á Pornhub sem gæla gerði segið það ekki sem er svolítið amerísk og hún notaði lag frá mér í myndbandi það er fucking nett sko það er stærsta flexið ég með sko ekki það í þessi klámstjarna en eins og leiðis heldur bara amerísk gæla ákvað að nota lag frá mér og notaði klámyndband var hún bara getting pounded já, hún sendi mér bara sendi mér skilabóð á Instagram og bara hei, nenni að senda mér einhver lög og ég sendi henni einhver lög og hún valdi bara eitt af þeim og það lagði þetta sem Madhouse og er með litla bróðum minn líka og hérna og hún notaði það og sendi mér það svo þegar það komið út ég var bara, gaur, þetta er fucking nett Hefur samt ekkert pælt í því, þú veist græði fólk ekkert á því að vera Pornhub líka, þú veist Jú, þú getur alveg grætt á því en ég persónulega veit ekki hvort ég myndi velja vera það, sko Ertu mestu pinningun bara frá fólk að kaupa mánuði, er það meira kannski svona fólk að byggja með eitthvað fetty stuff, hvað er svona Ég myndi segja það sérlega bara mánaðarafskiptin, sko það er alltaf svo rokkandi, sko þú veist, fólk kemur og fer mjög mikið Já, er oft svona endarmánum allt inn bara Já, því endarmánuðin kannski minkar þetta eins og svo bara leiða mánuðin byrjar aftur og kemur þetta aftur, skilju af því að, veist, þetta er oft bara fólk er kannski ekki með, þú veist, sjálfvirk Já, og hérna og ákveður svo að fara aftur, skilju Akkurat af því ég er náttúrulega með besta efni, sko Ég sko, það var félagið minn sem er big fan að kláru Þannig ég sagði bara hérna, ég skal bara lána þér accounti og það var bara big fan sko, hann sagði bara segja honum þetta á gegn sko. Já maður En það er þetta margir mun að senda á mig en eftir ég posta ég ætla að fá því vita hvað ef stelpa eða strákur eitthvað hefur með hugmynd, mér langar að vera OnlyFans hvernig byrjar í þessu, hvað er svona do's and don'ts kannski sko, nummer 1, 2, 3, 4, 5 er það að vera ákveðin þú mátt búast við neikvæðni, þú mátt búast því að fólk veri reitt, þú mátt búast því að foreldreinu veri ekkert alltaf sáttir og þú mátt líka það sem að mér finnst alveg langmikilvægast að taka fram er það að ef þið langt þess að byrja og ert voðalega mikið fyrir skilur að vilja gera svona þá segir go for it en aftur á móti það sem fólk túlkar mjög svona gleymir oft bara ég hafi sagt eins og ég er búin að segja bara hvert einan skipti þetta er ekki easy money, alveg sama hver segir að þetta er easy money, það er ekki til neitt sem heitir easy money. Nei. Þú þarft að marketa þig, þú þarft að sjá til þess að fólk vita þér, þú þarft að vera með endalaust efni, þú þarft að, þú veist, þetta er rosalega mikil vinna og þú veist, ég man bara, þú veist, fyrsti mánuður minn þá grætti ég bara eitthvað, sko, $50 eða eitthvað skilur og þú veist, þá var ég á fullu að reyna að markaðsetja mig, sko, bara á fullu, bara á milljón, sko. Það er líka það, þú veist, ef þú býr á Íslandi og ætlar að gera það, þá mun fólk bara, þá mun fólk finna þig og það mun horfa þig, sko. En þú veist, besta leið myndi definitely vera að nota bara TikTok og bara go full ass bara. Já, ég myndi segja það, en það er svo mikið yngri krökkum á TikTok, þannig að ég myndi ekki segja kannski, ég myndi segja Twitter sé kannski frekar meira máli, en
Ég meina sko þetta fyndin nefnilega, þú DFF, þú getur manipulate that shit easy. Það eitt félag minn sem sendi á þá þegar frétti mín kom, hann sendi líka. Það var komið, þannig ég var alltaf pælt í af hverju prófa ekki bara einn daginn að fá eitthvað klikka viðtal og þú veist bara senda á DFF bara, wow, þú veist, kannski núna Ingólfur sagði þetta. Já. Hann talaði það að ríða í rassi þetta, skilur. Hann útskýrir fyrir krökkunum hvernig maður ríða í rassi. Já, þetta verður eitthvað, þetta gæti orðið eitthvað skrautlegt, sko. Já, þá líka þetta að koma. Líka þú veist, það ég klippti eitthvað Kíló podcast með að hann var að kalla mig feitan. Það rosalegt að taka þetta viðtal og bara segja þetta og hann að kenna krökkunum að taka 1-0 og... Já, bara, veist, þetta bara við erum alveg magna stundum hvað fólk hefur að segja mig, sko. Þú veist, bara eitthvað, já, heyri, hann sagði þetta og sagði hitt, skilju. Það bara, ok, en hvað var hann að meina með þessu? Skilju ekki að við, þú veist. Það svona, fólk interpretar mjög mikið það sem ég segja eins og það sé bara þú veist, eins og það sé bara eitthvað poison, bara hvað með börnin, skilju. Þetta er svona sem ég myndi segja, bara eitthvað, ég ætla að fara að taka bílpróf, en hvað með börnin? Hvað er það að gera? Börn. Geimlega ímyndar hann þessi, Edda Katrín Edda? Já, Katrín Edda. Hún tók vídeos og bara, ég bjargaði krökkum í dag. Já. Og bara fór að sofa. Fór líka bara inn á theonion.com og fór að finna ykkur artikul, skilju, bara eitthvað, ég fann þetta OnlyFans. Geir, maður. Bara eitthvað svona horror story, skilju, sem að, þú veist, það er bara eitthvað creepypasta inn á YouTube, sko. En krakkar munu gera sem við vilja gera, maður, þú veist. Það hefur alltaf verið þannig. Alltaf. Þú veist, ég sko, þegar ég var 13 ára, þá bjó ég í Danmörku og ég byrjaði að reykja því ég var svolítið að deyta stelpu svo 2 árum eldri en ég og ég vildi vera svona svolítið nettur, skilju. Cool, sko. Já, og ég byrjaði að reykja sígarettur og það er eitthvað sem ég mæla ekki með. Nei, 13 líka er örugglega leiðist. Já, það er ömurlegt, sko. Það er ekki vel séð, sko, en þú veist, það var ekkert að stoppa mig, skilju, ég veit alveg ég á foreldra og allt það og þau voru brjálæðir yfir því, en svo fór ég bara út og þú veist, þau er ekki með myndaviliðið mér allan daginn, sko. Stop you, man. Krakka gera það sem ég vilja gera. Ég hef sagt þetta nóg oft, en ég held að sé alveg fæn að ég segi þetta nú podcastinu, en ég byrjaði að reykja 16 gras, skilju, ég leiki ekki lengur, sko, en pappi lögga. Það er ekkert að fara að stoppa þig og vilt gera það. Það er líka það, sko. Það er ekkert að fara að stoppa. Þú getur annarkvæmst verið huge OnlyFans eða verið crackhead, þú bara ræður. Nákvæmlega. Það er bara þín ákvæði, sko. En, já, ég veit það ekki, sko. Ég myndi segja, þú veist, að ég bara aftur að þessu topiki, skilju, þú veist, hvernig er langt best að byrja. Já. Það er langt best að byrja rólega, myndi ég segja. Þú veist, það sem þú þarf líka að við huga ef þú ætlar að byrja, er það að kannski skrifa niður your limits, fattar þú? Já. Og hvað þú ert tilbúin að gera og hvað þú ert ekki tilbúin að gera. Eða bara on paper og veist hvað þú ert að fara inn í. Þannig að þú veist, þú horfir kannski að 3 mánuði bara, hey, ok, fuck, ég fór yfir limitið mitt hana. Já. Þú veist, vera meðvitaður það sem þú ert að gera. Ert þú með líka lista sem þú hefur, þú veist, ég held að ég myndi aldrei gera þetta og nú er ég bara ég er með lista en ég er ekki búin að fara yfir hann ennþá, skilju. Þú veist, ég passa mig alveg og ég er alveg meðvitaður það sem ég geri. Já. Þótt svo kannski golfvöllurinn á Vestmannaeyjum sé ekkert sammála mér en þú veist. Þú fórstu til Vestmannaeyja þegar þjóti var, eða ekki? Jú, ég ætlaði sko að taka upp á sviði. Já, ok. En sem betur fyrir gerði ég það ekki. Ætlaði að bara brjótast inn, þú veist, kvöldið þá, eða sluðis? Nei, það er ekkert að brjótast inn, það er ekki gæsla á nóttinni, ég tók alveg eftir því. Okay. En ég sleppti því. Það verður svo sick að bara ein myndavel alveg in the back. Já, þá hefði líka verið bara stór fyrirsögn bara MBL, hvað með börnin og svo bara Ingólfur Valur fáiði. Og þú veist, þegar það hafa sett, það var live myndavel á öll börnin í leikskólum sátt. Já, þú veist, það hefði verið bara klukkan 4 nótt, skilju, af hverju eru ekki sofandi? Fucking allir krakkar út að labba klukkan 4 nótt, sko. Já, ég var líka bara, ég ætlaði að gera það, sko, en svo bara drakk ég mig aðeins og fullan og svona klúraðist. Whisky ekki fuckað upp myndbandinu. Nei, meira bara ég náðu ekki að standa í lappinu, sko. Já, ok. Þannig ég ákvað að fara bara að sofa, sko. Var þessi helgi ekki, þú veist, það var ekki að gerast, náttúrulega. Nei. Þetta var mjög róleg helgi, sko, þannig. Það var eitthvað að gerast á Lundanum þegar ég fór einhver reyndar og það sem að Lundin er hendar alveg pínu töf, sko, af því að þeir átt að loka klukkan 12 og þeir lokaðu klukkan 12 nema þeir opnuðu bara útisvæði og heldur bara áfram til að löggan stoppaði það, sko. Fuck já, maður. Þannig að það var alveg þeir taka þjóðhátíð í serious. Já, þau gera það, sko. Ég fór eitt date með einhverju stelpu fyrir svona árið síðan. Já. Og það var rosalega skrítið því hún bara bjóða Vestmannum alltaf og hún var svolítið bara í þessum bubble
og veist, þeir setja 7 tjöld upp þegar veist, já, sjálfsög með grillvislu og hesta á já, bara, veist, whatever, sko liggum við bara París að hjóla út í garði, sko það lítur að vera, veist, ef það væri ykkur Ingólfur í Vestmannu núna huge OnlyFans, það lítur að vera way worse, fyrir út í bónus 16 krakkar, bara horfa á hann skilur bara shit maður, ég reyndar ef ekki, þú veist, ok að því eins og ég segi, þú veist, það er alltaf hvað með börnin ef við viljum fara yfir fólki sem hefur komið að tala við mig, það hefur aldrei neitt barn þekkt mig, skilur myndir ekki líka að þurfa að vera alveg fuck, ég myndi alveg vera bara hæ halló, ekki gera það sam og ég nei, skam fyrst maður, ferð burtu já bara áttu að vera úti núna þú þetta fóði tattoo sko, á rassiðinu eitthvað í myndband bara think about the children já, ándjóks, ég kom með reyndar ég er með closet papir hérna sem stendur your opinion og svo er ég með hana floppy disk sem stendur not porn og svo er ég líka með bad news good nice, ég er bara þú veist serious tattoo sko, ég meitt eitthvað Rick and Morty tattoo á fótunum sko listulega ertu bara á Íslandi að gera það eða ertu með svona félagi sem að geta fyrir já, hún heitir Gugga sem gerir þetta svo satt, hún heitir Glow á hérna Instagram já, manni hvað Instagram síðan heitir, mannstu það með mér ég þekkti hann þegar ég var yngri sko en það Glow Dís nei hún heitir ekki Glow náttúrulega, hún heitir hana hún heitir Guðrún já, hún bjóði keflaði ekki hana ég er bara að muna hvað tattoo síðan heitir hún er ekki að tattoo núna? já, hún er flúrari sko hún gerði sko öll þessi tattoo The Glowing farið í tattoo til hennar hún er eitthvað manneskja sem er líka verið alltaf rosalega kannski þekkir orðið omnipresent þú ert allstað, skilur fólk veit hverju ert og svona og er hún þá bara að reyna að vera tattooast þessi núna bara já, hún er bara, ég held þessi bara núna er hún að gera skilur tattoo eitthvað en svo er hún líka eitthvað OnlyFans sko og nýlega að byrja aftur minnst að þetta bara þetta er nýja wave þú veist bara að make yourself a business þú ert mjög saman á því því langar kannski ekkert að vinna upp að velli þegar þú eru fertur nei, ég vann þar í 4 ár sko menn það er ekkert eftir ákveð sko mamma vann í gesslunni bara all límið til að krakki aldrei, þú veist, þau voru aldrei heima á sama tíma og eitthvað, það er bara eitthvað svona en núna reynda vinn ég við hleinavellum svona að ferja bíla og eitthvað sitt sko og nokkra kílómetra í byrti en sko ég nefnilega sjálf að hætta Dominos ég var hann í 4 ára sjálf sko og hvað er að segja maður já akkur þetta var að tala Belle Delphine hún finnast það the game sko já, Belle Delphine það eru fullt af svona fólk sem bara þú veist gerir bara eitthvað fáránlegt þetta er svo 6ix9ine skilur 6ix9ine var bara eitthvað meme og þess vegna var það bara huge það er alveg bara fyndist þó að he did some shady shit og það er kannski annars svolítið leiðilegt en ég samt respekta fyrir hvað hann gerði í rappinu skilur þetta er klikka the hustle skilur þú veist þeir eru ógislega ég horfa á Belle Delphine sem bara marketing genius en dæmi sko hún er svo klár þú veist gælan var bara ég ætla að taka hérna krukku og selja baðvatni mitt og það er bara fólk sem keypti þetta það er að sjá viðtala sem gerði hérna Cold Ones podcastinu hún talar bara nákvæmlega hvernig gera það og það var bara nákvæmlega svo heldur hún bara fór í eitthvað 10 böð í nokkra daga og bara seldi þetta þú veist þetta er bara ef þú gæti gert þetta það segir mér að myndir ekki gera þetta þú veist þú bara þetta er nákvæmlega sem ég segi skilju ef þú gætir unni við það að ríða stelpum skilju og fengi borga fyrir það þá myndir þú gera það og alveg eins með þú veist ef ég geti farið í bað og eitthvað myndi kaupa vatni mitt guður ég væri alltaf í baði ertu að djóka ég væri bara eitthvað þú veist sími myndir hringja bara hvað ertu ég er í baði bitch I'm working já bara klukkan 4 nótt bara hvað er að gera ég er að láta renna í bað en líka þú veist það er ég hef alltaf verið að gera eitthvað svona þú veist ég var að selja fótboltaspili og krakki og svona og ég var sponsor af Veibu þegar ég var yngri og gaurinn sem átti það er ekki annað engu þannig ég málega tala um þetta en ég var bara með sætása með honum ég var bara að selja veip fyrir ódýrari og núna þetta er nýjasta mitt ég er að selja veggspjöld og minnst eitthvað svo satisfying að koma hugmynd og það borgaði við leiðum hérna í síðustum ári við alveg ég respekt alla sem fá sér vinnu og svona það er kannski ekki sem maður vill gera forever það er ekki fyrir alla eða það sem ég myndi segja og eins og það sem ég er að gera það er heldur ekki fyrir alla en að vinna á kassa einhvers staðar er ekki fyrir mig þú veist ég veit það bara að því ég var að vinna upp í flugstöð í 4 ár og ég var að vinna á Joe upp á velli ég var þannig 4 ár og ég vann non-fucking stop sko og
maður líður aldrei satisfied sko. Nei, ég vann alveg yfir mig sko. Fattar ég, ég var bara endalaust að mæta í vinnu og sofa lítið og lalla og sofa bara daginn og bara svona eitthvað minn. Ég myndi segja að ég haf mist mikinn part úr lífinu mínu með að vinna fyrir flugstöð því að ég var alltaf sofandi á daginn og svo var ég bara að mæta í vinnu nóttina skilju. Akkurat, ég sem betur fyrir, ég fíla mjög mikið að vakna 8 á mótana þegar ég næði ég vinn eitthvað 4 til 10 á mótana og svo bara þetta, það er fínt fyrir mig en þú vilt ána 3 Já, ég vil bara vanna 3 sko eða þú veist, ég vil setna Þetta svona þess að ég panta tíma á lækni eða eitthvað, þá bara eitthvað, ég getur að mækla 12 áttu setni tíma Gauður, ég býr hlein á spítalunum, ég hef svona 3 ár bara ekki mætt í blóðpröfa því þú veist, hei, það er 8 Já, nákvæmlega bara út að vekja mig allt og snemma sko Gauður, hefur ekkert að vera að vinnu Já, ok, bara, ég held að sé nákvæmlega sama og þú með upp á vellin Ég var vesturstjóri á Dóminós í 4 ár ekki vesturstjóri allan tíman en ég fílaði fólki, vinna mjög skemmtilegt og alltaf vera svona skemmtilegt en þegar þú byrjar að vinna það upp þá farið meiri tíma svo erum við meiri pening en nú er ég að vinna 6 daga viku á 8 tíma á dag eitthvað sem ég fíla eiginlega ekki það mikið og ég vil gera allt annað skilu þannig að þetta er bara ef þú ert að vinna einhverja vinnu sem þú er hating it every day farð úr henni og byrja að vera klámstæða, come on Já, ándjóks, ég hugsa það sem að sko það sem að mér finnst í rauninni þú veist, þegar ég var að vinna á Joe mér varst það ógeðslega gaman, ég var með ógeðslega skemmtilegu fólki og þú veist, ég dýrk þetta fólk ennþá daginn í dag sko, af því að veist, þetta var ógeðslega góður félagskapur og þetta var ógeðslega skemmtilegt og mikið fíblagangur klukkan fucking 5 mótnana skilju vinnuandinn var góður Já, á geðviku vinnuandi og og þú veist, svo var ég alltaf að reyna að vinna mig upp og ég mætti alltaf korteri 10 mínútum á seint okkur einasta degi, ég er ekki að djóka sko okkur einasta degi, þá mætti ég á seint það var af og til þess að ég mætti á réttum tíma en það var það bara því ég ringdi mig á undan skilju en ég myndi drulla mér að stað en ég endaði á því að ná að vinna mig upp sem vaxstjóra og þegar ég var vaxstjóri þá var það miklu meira álag á mér skilju og ég fann alveg að það var miklu meira álag sem var alveg fínt í smá tíma en svo þú veist, þegar ég var kannski að vinna nætuvakt upp í Fríhöfn og ég þurfti að ringi eitthvað klukkan 4 morgun og það eru bara, hei, átt þú ekki að mættur það? Það er bara, ég er veikur það er bara, já, ég mætti klukkan 4 að ég að fara að ringi fólk núna að vera bara, hei, getur þú tekið vaktin hans? Þetta var algjört, þetta var mjög erfitt sko. en að því að vinnuandinn var svona góður og að því að fólki sem ég var að vinna með var svo solid þá bara þraukum við þetta, skilju við bara hörkum okkur í gegnum þetta og við reyndum bara að vera jákvæð þótt svo við vorum undirmönni eða hvað það var þú veist, við reyndum alltaf að vera jákvæð og reyna að gera allt ógeðslega vel Þú þekki þá þetta, þú veist, þú veist, ég hef ekki sem betur fyrir nú á kassa fyrir mér er eitthvað svona, mér langar bara aldrei að prófa en í svona, bútið samlokur, bútið pítsu, whatever þetta er allt mjög svipa, þú ert oftast undir mikið álagi og ef einhver er veikur þá bara fuck you og þú veist, sérstaklega Dóminós, þetta er alltaf svona og þetta er eitthvað svona bara, ég veist, maður fucking ennur þetta ekki svona leikur, maður langar að fókusa á lífið sínu og fór út að labba eitthvað Þetta er líka bara eins og þegar ég var að vinna, skilju þegar ég var að vinna í töskusalnum og Joe þar þú veist, ef þú fórst á kaffivélinu morgunin þá varstu bara að fara að vera allan daginn sko. Þú veist, þú ert ekki að fara að komast í burtu það eru allir að fara að fá þessi kaffi og þú verður bara að græða þetta, skilju Svo þetta shit, þú veist endalust að vera að tala um unions og allt þetta en svo ert aldrei að fá pisspásu, skilju í rushinu, þegar bara lækir Já, ekki í rushinu, nei bara fokka þú getur bara, nema af því ég náttúrulega ég sagði bara, ég verði í 30 sekundur og ég var í 30 sekundur, þannig að ég fekk alltaf að fara, skilju ég bara hljóp á klósetti og beint aftur upp og beint í kaffivélina, sko Áður ég var vestastóri, þá var ég þessi gaur, ef ég þurfti að fara að kúka, þá fór ég korter mest bara svona eitthvað ég þarf bara að gera þetta Já, ef ég þurfti að kúka, þá tók ég lengur, sko það var bara lummipása og skroll í gennum Instagram og eitthvað svona Að vinna á kaffi svo sérstaklega ég byrja að drekka, ég var á Dunkin Donuts þannig ég byrja að drekka kaffi 15 en maður fattar ekki, maður drekkur fullt af kaffi á mótana svo bara það maður að kúka ég veit það Ég líka, sko, ég var að drekka bara 4-falda espresso og bara, veist ég var bara fann að drekka bara 8 kaffibólla á vakt, skilju svo er ég bara komin heim bara hérna, sko bara út úr tjúna, bara hæ, hvað segja allir skilju, bara, nei fuck, ég hef ekki ennþá fengið jafn góðan kaffibólla heldur að Dunkin Donuts bara þegar ég vann hana, þá maður gera maður sindrik, skilju Já, þá verður þú bara að fara að koma til mín einhvern tíma þar sem ég fæ kaffi Ok Ég skal bara retta þessu ég er ennþá góður að kaffi, held ég
Ég var mjög góður, sko. Það eitthvað við, þú veist, já, ég alveg samlega þessu 4 espresso, sko. Þú veist, ekkert svart kaffi, sko, bara, og svo, þú veist, cappuccino, shit og kakó og... Ekkert eitthvað sætt, sko. Nei, og ég fílaði, sko, alltaf 2 pumps Nutella, og svo eitthvað 4 kakóskeiðar, smá rjóma, just a little bit, og svo bara þetta svona stórt kaffi. Það var þetta náttúrulega ekki kaffi lengur, sko. Nei, það var bara komið með eitthvað sykurleðju, sko. En það kannski ekki spleinar okkur með diarrhea. Já, það útskýrir margt, sko. Ég var bara að fá mig latte eða upp á allt kaffi bara klokkan, þú veist, þegar ég var mættur í vinna, þannig ég var alltaf góður, sko. Ég sá fíla þetta fólk sem kom hana, þú veist, akkurat 7 morgunin og bara reddi 7 kaffibólla. Já, bara, ég ekki að djóka, sko, stundu kom bara fólk bara, herra, ég ætla að fá 15 kaffibólla. Bara, okay. Maður þarf 3 bara til að þrauka gegnum fyrsta tíman, sko. Já, svo lendi ég líka eitthvað, ég gleymi ég reyndar aldrei, það var eitthvað gæi sem pantaði samloku hjá okkur og hann spurði mig, hvað heldur það lengi? Ég eitthvað couple of minutes, mínúti seinna tók hann kast á mig og hótaði að berja mig. Ég var bara alltaf að berja mig, skilur, bara gauð, slökum aðeins á, sko. Hann er að fara að fá máli innan til að fá sér kaffi. Já, bara hann var brjálaður, sko. Bara, þú veist, hann trilltist þessi gæi, sko. Það eitthvað mjög næst stjórn að vinna fyrir sjálfandi. Það er ekki að díla með þannig að viðskiptavinni brjálæðir eftir 60 sekundur. Það er það, sko. En samt aftur á móti, þú veist, þegar ég er að taka upp núna, skilur, þú veist, það er þetta bara 4-5 tímar, sko. Fattar það mig, þú veist, ég reynda Vestmanni að myndböndi sér tóku upp. Þau tóku ekki langa tíma, sko. Þú líka að drífa og vera fljótur. Já, veist, ég var að vera fljótur, skilur, ég var bara á fokkin opnum gólvelli, sko. Var þetta daginn? Já, það myndin hana sem er blurruð út. Er það á gólvellinu með? Sko, það kom náttúrulega í dag, kom inn með gólvellin, en í gær það var mann eitthvað heitir, þetta er eitthvað svona álfaþorp, það er ógeðslega cool, sko. Hlakka til að býja svona viku og kemur fullt meira að þessu. Mæli með að tjekka á þessu álfaþorpi, sko, það var ógeðslega flott. Alveg sjátt á þetta álfaþorp, sko. Þetta var alveg hendugt, sko. Mér langar að fá ekki að byrja OnlyFans bara til að hafa lista stöðum sem ég er að fara að ríða næstu vikuna. Já, ég er með lista í símanum mínum bara, veist, bara. Nei, hvað eitt stað fyrir okkur, eitt skemmtileg stað sem að leiðinni Herjólfur. Inn í Herjólf? Ég er reynda búinn að gera inn í Herjólfi, sko. Bara inn á baðherbyggi þá? Ég gera inn í bíl reyndar, en ég setti bara hættupeysur fyrir gluggana þegar voru bara myndavélar beint að mér, sko. Nice. En what's the worst thing that can happen, skilur? Hvað ætlaði að gera? Henda mér að bátnum? Þeir skiljaði eftir flati bara. Þetta var seinasti báturinn, það var enginn niðri og ég sá til þess að sest ekki inn um hennar rúður, sko. Þegar afi minn var örugglega að vinna hana. Já, það gæti verið. Þetta er búin að fokki skemmtilegt að spjalla við og bara... Sömuleiðis, maður. En sko, ég sem læra með að taka öll þessi viðtöl, þú veist, allt þetta fólk sem er að gera eitthvað skrýta á niðri, þeir eru allir jafn skemmtilegir og þú veist, ekki bara hálfleitar að reyna að fokka upp krakkan okkar reyna. Já, nei, það snýst alls ekki um það. Nei, maður, er eitthvað sem þú vilt plugga, alltaf OnlyFans og svona? OnlyFans, Wake Up Late, Instagram heitir Ingóluvalur, Spotify heitir Ingóluvalur og Can't Wake Up líka, það er bæðið á Spotify, fyrir að ég hvort þú fylgja íslensku og ennsku og TikTok mitt alltaf, það er Wake Up Late og svo langar mér líka alltaf að plugga Mimi, að því að Mimir eru up and coming producer, hann heitir Mimir, þú verður að koma sín allir hann heitir Mimir Botinaut á Instagram, mæli með að senda hann DM. Ég heiti Mimir. Þetta er Mimir sem ég var að tala og ég mæli með að allir tjekkja á honum af því að eitthvað vantar góðan prodúser this is him, sko. Þið verður að fara að föta núna líka, sko. Já, spurning hvað þið gerir maður ekki, bara taka upp í stólnum hérna. Gauði, kemur það í fréttina, þið tók upp í stúdíun og frekar snart. Ég var bara Ingo Reið gæja á podcasti. Gauði var ekki into it, sko. Mimi bara var óþægilegur. Gauði, þetta var geggjað. Við erum líka með sama tattu. Ég var líka með matching tattoo. Þetta er alveg, við erum alveg close, ég og Mimir, sko. Já. Síðan að ég byrjaði með stúdíu. Varst þú hana bara fyrir utan bara? Sko, ég skal segja góða sögur, þetta þarf að vera í podcastinu. Ok, sko. Bring it on. Þegar ég fór í fiskeskipti, þegar ég heiti fiskeskiptið Ingo, þá var ég í stúdíun, eða þú veist, hann, besti vinur minn var að deyta systir hans. Ok. Og hann að vinur minn sagði bara, já, við erum að fara upp í stúdíu hjá litla bróður kærisminnar. Og ég eitthvað, ok. Og því ég heyri litla bróður, hugsaði mann hvort 01, 00 eða 99, bara eitthvað svona yngri en ég. Og ég eitthvað, ok. Þannig ég mætti upp í stúdíu
var að gera eitthvað takta og var að reyna að gera eitthvað lag og svo hann að byrtist allinu bara eitthvað hávaksin gæi standaði mér í hotninu og var eitthvað að peppa vinur minn bara, já, þú getur gert þetta maður, takk þetta bara upp og ég eitthvað bara, hvað er þetta? Hvað er þessi gæi? Hvað fucking Slenderman gæi er þetta? og þú veist, þannig að hann bara var eitthvað til hana og svo bara fóru vinur minn eitthvað út og var eitthvað spjalla og allir fóru til herbygginu nema þessi Slenderman gæi og ég bara eitthvað, hann eitthvað labba með já Slenderman tattoo Nei, já og hann labbaði með og sagði bara heyrðu, kanntu að gera Juice WRLD beat ég skal reyna fyrst getur myndi að gera takt fyrir frá hann gæja það gerði ég hana og hann eitthvað, wow, þetta er góð taktur ég bara, nei, þetta er ekki góð taktur hann eitthvað, ok, hann að heyrðu, ég mun spjalla eitthvað við eitthvað eftir, þú veist, einhvern tíma setna, ég bara, já, allir góð svo fekk ég hringingu frá bestu minn daginn eftir bara, heyrðu, hann að já, Ingo, hann að litli bróðurinn hann er að fara að sækja þig, hann langar að tala með þessum stúdíu ég ok, sá ég bílinn, labbaði út sá ég bara, fucking Ingo inn í bílinn ég bara, þú, Slenderman og þannig eru þið vel að bestu vinnur ok, næst, þetta er svona pick-up lín sem maður þarf að prófa sko. það er rétt og svo með tattoo þessu núna við erum með tvö matching við erum með matching tattoo og við erum með no face og svo fekk ég með Slenderman því að hann er alltaf að kalla með það þetta er klikkað Slenderman já, hann er ekki kukka að gera hann er sick The Glow Ink eitt sem við þurfum að plugga inn í login sant? Eitt sem við þurfum að plugga inn í login þetta er nættu nei, nei. hvað er þetta, hvað er spilað við þurfum að plugga sem sagt litla bróðum mínum á TikTok hann heitir Just Woke Up 123 er allir í fjölskyldum með woke up það er allir með eitthvað wake up sko þú verður með Jake Paul fjölskyldum að pappinu kom með Dad woke up klámst þetta það var eitthvað annan það var ekki